Já, þeir að horfa á Reykjavíkur fréttir sem þáttur borgarstjórnarhóps sósíalista og í dag erum við hér, ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og Ásta Dís Skjaldal hér með mér í dag og við ætlum að ræða gjaldfrjálsar skólamáltíðir og skoða út frá svona umhverfislegum vinkli hér í dag en nýverið var samið það í kjarasamningum sem stuðningur við barnafjölskyldur að skólamáltíðir yrðu endurgjaldslausar í grunnskólum og nú þetta eitthvað sem við sósíalistar erum mjög glöð með því þetta hefur verið okkar stefnuskrá að börn skuli ekki greiða fyrir máltíðir og svona börn eiga ekki að greiða fyrir svona grunnþjónustu að þau verða ekki rukkuð. Og hér hjá okkur í dag Ludvig Guðmundsson og Stefán Jón Hafstein sem eru í félagi sem heitir Aldin. Sem hópur eldri aðgerðarsinna gegn loftslagsvá. Já. Já, og þið eruð einnig það ekki hafið verið í hópnum Íslenska skólamáltíðabandalagið. Sko innan Aldins óformlegur hópur sem kallar sig Íslenska skólamáltíðabandalagið. Já, byrjaði að segja okkur frá félaginu Aldin. Já, við byrjum á því að Aldin sem sagt hópur eldra fólks sem langar að leggja sitt að mörkum til að stuðla að bættum aðferðum í sambandi við loftslagsmál og draga úr mengun og þannig að það grunnstefið í hópnum. En í leiðinni verður náttúrulega mjög mikið umhverfismál og náttúruvernd og fleira þannig sem hluti af því sem að fást við. Og ef við tökum skólamáltíðirnar, ástæðan fyrir því að okkur leist mjög vel á að þetta væri að gerast, að vera með fríar skólamáltíðir, að þetta tengist því að matvælaframleiðsla og matarnotkun liggur á bakvið það bil 30% af loftslagsáhrifum jarðarinnar. Þannig að með því að hafa áhrif á mataræði og slíkt þá hægt að draga úr mengun. Þannig að þar vaknaði áhuginn. Í leiðinni þetta líka tækifæri sem að sér til að ala eða kynna eða venja fólk við æskilegra mataræði en hingað til og börnin eru þar númer 1 því að þau eru framtíðar matvæla notendur í heiminum. Þannig að með því að nýta þetta tækifæri sem að fríar skólamáltíðir eru, þá hægt að gera mjög margt sem stuðlar að bættu ástandi. Þetta náttúrulega rosalega stórt tækifæri til að taka á þessum þáttum sem að Lúðvík nefnir. Líka næring ungviðisins, mikið mál og hann þekkir það nú sem læknir hversu miklu það varðar. Þannig að þarna koma saman margir þræðir og tækifærið við að innleiða svona stórt verkefni, þetta ekki lítið, 20 milljarðar á 5 árum ef við hugsum okkur svona til þess að kaupa mat og elda ofan í 1000 skólabarna fyrir 20 milljarða, þá segir maður, já, skulum gera það vel með alla þessa þætti í huga og gæta að því, mæla árangurinn eftir því sem framvindur. Það finnst mér líka mjög mikilvægt. Og ég hef hugsað þetta bara eins og þróunarverkefni, því minn bakgrunnur kemur frá þróunarsamvinnuverkefnum í Afríku, þar sem ég hef meðal annars innleitt skólamáltíðir. Og við förum eftir mjög skipulögðu verklagi þegar maður gerir svona verkefni sem kostar mikla peninga, ná til mikið fjölda, stundum erfiðar aðstæður og þá ættu við að gera það hér nú. Hvað stöndum við í dag varðandi skólamáltíðir? Það misjafnt eftir sveitarfélögum, það misjafnt eftir skólum. Ég hefði ekki gjarnan vilja sjá hver næringarstaða barnanna, gera slembiúrtök í nokkrum skólum og sjá hvernig
hvernig ástand þeirra núna í upphafi þessa verkefnis og fylgja hópunum eftir í gegn til að sjá þau sem eru 7 ára í dag þegar voru 12 ára eftir 20 milljarða, hvað gerðist? Náðu einhverju fram? Og svo framist, það er mjög margir þættir þarna fyrir utan eins og við vitum, matarsóun er gríðarleg vandamál á Íslandi og innkaup á matvælum eru kolröng í mörgum tilvikum. Heima okkur líka. Og það sem eiginlega er að það fer alveg saman náttúruverndarsjónarmiði eða loftslagssjónarmiði og hollusta. Því að það hollustufæði er jafnframt miklu vistvænna heldur en óhollara mataræði sem okkur oft tíðkast. Þannig að þetta fer algjörlega saman. En ég sé líka fyrir mér að það sé hægt að nýta þetta bara sem hluta af kennslu og fræðslu. Sem skólamáltíðarnar sé tengdar fræðslu í matvælaframleiðslu, fræðslu í náttúruvernd, fræðslu í félagsfræðslu og margt fleira. Þannig og hafa börnin með í þessu, hafa það virk með, það er mjög mikilvægt. Það er mjög áhugavert, því að þarna erum við að tala um að þetta er mælanlegt. Það er hægt að mæla þetta frá upphafi og fylgjast með og það sýnir fram á árangur af verkefninu. Og svo vitum við náttúrulega næring skiptir alveg gríðarlegu máli fyrir börn í uppvexti. Það hefur áhrif á námsgetu, á líðan, félagslega hegðun, það er svo margt sem það hefur áhrif á. Og svo náttúrulega að gera þetta allt í samvinnu við umhverfið og loftslagið. Nákvæmlega og ég held að svo ég ítreki það ef að ég sem umdæmisstjóri fyrir Ísland í þróunarsamvinnu í Afríkulandi hefði verið beðinn að innleiða sem ég gerði, skólamáltíðar verkefni, þá hefði farið undir mjög ströngu vinnulagi að mæla grunnstöðuna, hvað gerist, hverju þurfa að koma að borðinu, mæla svo árangur frá ári til árs og koma svo með milliskýrslu og svo lokaskýrslu og segja þetta gerði það kostaði þetta með þessum árangri. Hér á bara að taka útspil í kjaramálum, allir og lukkulegir og eftir 5 ár þá veitum við ekki neitt. Fyrirgefið. Í miður á það sem verra er að manni sýnist að sveitarfélög sem koma að þessu séu mörg hver að reyna að sleppa eins billega og þú geta og það er ekki gott, það vantar metnað. Ertu þá að vísa til þess að útvista? Já, bara og svo sér á Akureyri að þeir alltaf svona undanskilja, þeir alltaf fara að klípa utan úr þessu og svoleiðis það er. Byrjuðu þeir alltaf að rukka sérstaklega fyrir mjólk og ávexti eða hvernig var það? Já, það sé ekki hluta af mataræðinu sko. Það er einhverju millimál þarna. Það er ekki hátíðismáltíðin. Það er náttúrulega, nú tala ég sem fyrirvændi formað fræðslur á sér Reykjavík og borgarfulltrúi eins og Sanna er núna, að sko þetta er svo dreifstýrt. Sveitarfélögin sjá framkvæmdina og þau eru náttúrulega ólík og hafa mismunandi mikið metnað og áherslur sem er eðlilegt og bæjarfulltrúar og sveitarstjórnarmenn eiga auðvitað að koma að þessu borði. Síðan er náttúrulega sko framfylgnin og hún hefur verið dálítið mikið heyris mér á þeim sem þekkja til á þá að reyna að sleppa sem ódýrast út úr þessu sem er ekki góð fjárfesting í ungviði. Við erum að líta á þetta sem fjárfestingu í mannauði og tækifæri til að gera hlutina rétt og ég veit ekki sjálfur hvort að útvistun sé svo slæm, ég bara veit það ekki ég myndi vilja vita það, hver er reynslan mælum hana, tökum út hver árangurinn er, ekki bara í bókhaldinu hugsanlega er það betra í bókhaldinu, ég veit það ekki hvað segja matráðarnir í skólunum þeir sem eru að elda fyrir börnin í dag hafa þau rétt tæki eru þau með stuðning við góða næringarstefnu og síðan náttúrulega, ég held að sem er alveg búin að gefast upp á því að ræða við foreldra en það þyrftu þetta að vera þeir eru ekkert mjög spenntir fyrir að vera að koma á einu sinni beðnir að segja álitsett á skólamálum en kennarar og skólastjórnendur hafa mjög margir þekking og vita á þessu ég man þegar ég var í menntaráði þá var að skólastjóri upp í Breiðholti sem bara innleiddi morgunmat hann bara tók eftir því
að börnin komu söng í skólan eða ekki fengi morgunmat og það var bara komin hafragrautur handa þeim sem vildu þeirra mættu. Þarna var sem sagt meðvitund með hjá skólastjórnendum í þessum tiltekna skóla það að það þyrfti að grípa til einhverja að vera á það. Þegar R-listinn kom, var í kosningunum þegar ég var í kosningu frambóði 2002 held ég, þá var rifist það, Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki skólaeldhús. Hann vildi kaupa aðkiftamáltíðir. Við sögðum nei, það verður að vera skólaeldhús. Nú ætla ég ekki að monta mig því að við brugðumst í R-listanum að því leitun að við fylgdum ekki eftir gæðum. Það voru keyptir eldavélar, skólaeldhús og það voru ráðnir matráðar en það var engin eftirfylgni. Og þegar maður fór svo að fá svona smá bakþanga eftir þá kom í ljós að það vissi eiginlega ekki hvað var að gerast. Sko. En sumir skóla birta matseðla og foreldrarnir vita hvað í matinn og svona. Við þurfum að ná utan þetta. Og fá hana 0. Nýta tækifæri núna. Grunngildið, gera grunngildamælingu eins og við köllum þetta í verkstjórn og fylgja svo eftir hvað stöndið og það sem að kviknaði nú í samræði með okkar hópi. Nú við vorum eitthvað að tala þær stöllur okkar í hópnum voru að tala að það væri svo mikið af góðum næringafræðingum á Íslandi og það við ættum mjög margt menntað fólk. Þannig við þurfum ekkert að leita því að finna upp hjóli. Fólk veit alveg hvað þarf að gera. Og það sem meira að við eigum náttúrulega mjög góðar ráðleggingar mataræði í skólum frá landlækni. Og það eru mjög ítarlegar og góðar að ná til fullt af þáttum og þar alveg klárt að það langæskilegast að maturinn sé gerður í skólanum og í tengslum við börnin. Þetta eru bara hluti sem þarf að fá upp á borðið og ræða hreinskilnislega hvað er best. Ég tók nú þátt í því núna fyrir ég svolítið montinn af því og ég tók þátt í að stofna alþjóðlegt skólamáltíðabandalag. Þannig þegar ég var fulltrú Íslands hjá FAO í Róm og hjá Alþjóða matvælastofnuninni. Það var stofnað alþjóðlegt skólamáltíðabandalag að því að okkar metnaði stóð til þess að fyrir 2030 fengi öll börn í heiminum skólamáltíðir. Það eru mjög mikil pólitískur stuðningur víða heim og mikið gert til þess að innleiða skólamáltíð, jafnvel í mjög fátækum löndum eins og Rúanda og Kenía, Kínverjar, Tælendingar, Indverjar, Brasilía, margir með stór mikil prógram sem ná til 20 milljóna barna. Það það bil $50 miljardar á ári sem fara í skólamáltíð og þetta fjármagnar löndin sjálf. En núna verið að reyna að skrapa saman í að skólamáltíðir verði líka handa alfátækustu börnunum í fátækustu löndunum. En þannig konar, og ég tók þátt í að vinna í þeim einum hópi, alþjóðlega leiðbeiningar hvernig skólamáltíðir eigi að vera hugsaður út frá loftslagsmálum, út frá umhverfismálum, út frá næringu, auðvitað með tilliti til breyttra mismunandi staðhátta, en leiðbeiningarnar eru til bæði frá Norrænu ráðherranefndinni, næring og heilsa, frá landlækni og þessi alþjóðlegu staðlar. Þetta allt til. Ég hef mikið áhuga á því einmitt að skoða þetta með næringagildið og vonandi náum við þeim stöllum ykkar í annan umræði þátt. Þær eru næringafræðingur og matvælafræðingur og hafa örugglega heilmikið sem þær geta lagt til málana þar. En ég sé í svari við fyrirspurn sósíalista sem við fengum í febrúar 2022, þá segir að 38 grunnskólum eru 31 með eigið eldhús og matreiðslu á staðnum og þá eru það 7 grunnskólar sem hafa ekki eldhús til þess að elda í. Þannig að aðstæðan er til staðar? Aðstæðan er til staðar í sem sagt 82% tilfella. Er þetta fyrir landið eða? Nei, þetta er borgina. Reykjavík. Þetta var 100%, ég man rétt sko. Og ég bara, nú var maður, sko reynslan hefur kent maður var nógu gaman til þess að vera ekki að fullrita neitt. Og ég las grein daginn í þessu eina blaði sem við eigum á landinu sem sagt þá sem elda skólamáltíður og senda í skólana, þeir eru mjög ánægðir með sína frammistöðu og ég ætla ekki að draga því efa. Ég vil bara fá þetta tekið út. Óháð úttekt sem sýnir raunverulega stöðu. Já. Það það sem við þurfum. Því annars vitum við ekki hvernig til hefur tekist. Þeir eru uppi staðið. Já, en það að fá matinn utan á bæ,
það eyðileggur fullt af þessum tækifærum sem að tala í kringum skólamáltíðarnar að tengja þær námunu hjá krökkunum og slíku. Það til dæmis eitt sem að ég kynntist í Finnlandi. Ég var á miklu alþjóðlegu skólamáltíðafundi í Finnlandi. Þar eru kennararnir, þeir borða með börnunum. Já. Sama mat sem og það matseðill, þetta nú rosalega flott. Finnar eru með rosalega flotta menningu síðan bara þeir voru fátæk þjóð og tóku sér tak og svo skólamáltíður númer 1 ef við ætlum að rífa hér upp almenna mannskap í þessari þjóð. Og þar mikil skólamáltíðamenning og hún meðal annars í því að börnin þau borða með kennurunum sínum og þeim kennt matamenning. Að borða með hnífapögg, ganga frá eftir sig, gera allt þetta og vita hvað þau vilja. Ég held að það sé mjög hollt og þetta að það allir að gera það sama. Þú ert hluti af heildinni og tekur þátt. Það dregur úr einmitt matvendni og slíku af því þú vilt ekki vera svo sem einhver athygli á því að þú borðir ekki þetta og kannski borðar það samt borðar kannski aðeins minna af því. Það mörg, þetta var mjög áhrifaríkt og við vorum þetta var mikill, þetta var þessari ráðstefnu, það var gaman að þessu. Þarna voru sem sagt ráðherrar frá ýmsum löndum, það var bara okkar ráðherrar gat ekki farið og ég var beðinn að taka þetta að mér. Og við vorum öll látið borða í skólamötunum og þetta var haldið í skóla, þessi alþjóðlega ráðstefna og þarna voru forsætisráðherrar og þarna voru sendiherrar og menntamálaráðherrar frá hinum ýmsu löndum og við sátum þarna bara með krökkunum inn í eldhúsi og þar var farið, ekki inn í eldhúsi, inn í matsalnum, sem eldhúsi var svo sýnilegt þar frá og þar var bara farið yfir þetta, hvernig Finnar hugsa þetta frá upphafi til enda. Og það voru alveg skýra leikreglur í þessum mötuneyti að það mátti ekki leyfa neinu, það mátti ekki henda, það bara borðaði, maður tók það sem maður ætlaði að borða og svo var maður að ganga frá öllu hnífapörum og öllu sjálfur og allt þetta og þetta fína fólk gerði það, fylgdi reglunum, þetta mjög áhrifaríkt. Annað dæmi get ég sagt bara hérna á Íslandi, það var þegar ég var læknir á Kirkjubæjarklaustri. Þar var skólamötuneyti fyrir allan skólan vegna þess að það var heimavist að hluta og heimanakstur að hluta og þar var tekið upp á því að elstu bekkirnir þeir skiptust á í kannski 3-4 í viku í senn að þeir sáu algjörlega matinn þar að segja þeir voru í eldhúsinu þeir ákváðu matseðilinn en þeir þurftu að uppfylla ákveðið næringarskilyrði og þeir höfðu ákveðið magna peningum til þess að kaupa þennan mat. Og þannig og annars máttu velja. En vákvað að þau hafa haldið vel útbúin út í lífið. Og þetta var náttúrulega til þess að líka að þau fóru að skoða matinn allt öðrum augum heldur en bara hendi í þau einhverju sem að Þessu trúi ég vel, ég meina þetta sýnir nú að það ýmislegt verið vel gert. Já, þannig að þetta alveg hægt að gera ef maður bara vilja, svona eitthvað í þessum dúr. En nú erum við svolítið að þusa eins og að þessi ýmislegt í ólagi, það væri mjög gaman að fá það sannað með óháður úttekt, nei það allt í fínu lagi, þá verður allir glaðir, en okkur grunar að þessi ekki þannig. Og fyrir utan að það þarf að fylgja þessu eftir Og nú landlæknir að koma með nýja leiðbeiningar sem byggja á tillögum norrænu ráðherranefndarinnar frá því fyrra og það verður fróðlegt að sjá svo þetta pólitískt ef það kemur ráðlegging núna frá landlækni dragið úr rauðu kjöti borðið meiri fisk þá gæti vel verið að stéttasamtök bænda kemur. Það væri gaman að taka þá umræðu, Já, það má ekki festa framtíða neyslu við gamla venjur. Það sérstaklega þegar það ljóst að hún ekki æskileg fyrir loftslagið og umhverfið. Já, við vitum það báðir að það mikill þrýstingur á það að festa neysluvenjur við gamla venjur. það mjög mikil áhersla á það en til dæmis, ég bara sé það og ég sett mig inn í það að það Íslendingar borða lítið af fiski, sérstaklega ungar konur. Það voru nú gamla venjurnar. Þegar ég ólst upp, það var fiskur 5 sinnum í viku. Jú, svoning. Nú borða Íslendingar of lítið af fiski
það var meira að segja frá norrænu ráðherranefndinni þegar lýðheilsu þeir sem borðið meiri fisk og þá heyrði maður alveg ramakveinið innan úr skólakerfinu, hann svo dýr og það eitt sem að gerast núna á Vesturlöndum að fiskur að verða mjög dýr var eins og Spáni þar hefur fiskneysla á mann þeir voru með Portúgalar voru hærri, Spánverjar voru með 40 kíló af fiski á ári á mann í fiskneyslu og nú komið niður í 20 og ég spurði þeirra LIU formann sagði, það bara svo dýrt fólk hefur ekki efna á bara fisk og þetta alvarlegir hlutir vegna þess að fiskur sem veittur auðvitað með sjálfbærum hætti svo ætlast til og velunin hann mjög hollur og að setja okkur það markmið að séu 2 fiskmáltíðir í viku í skólum það þetta átak Við erum líka að hugsa dálítið umgjörðina bara varðandi máltíðir af því það einmitt að þetta sé næringaríkur hollur matur en svo það líka bara matmálstíminn þú veist, erum við að gefa okkur nægan tíma til þess að sitja niður, borða þannig við séum ekki að drífa okkur, það líka eitthvað sem okkur finnst kannski þyrst að skoða þú veist í þessu. Það mikilvægt, rosalega mikilvægt að öll svona umgjörð skiptir miklu máli og það verður ekki gert nema að gera þetta svona nemenda vænt á sem mestan hátt en sko nemenda vænt á þann hátt að þeim sé leiðbind já þau ekkert að vaða upp í þessi villingar það yfirleitt bara ekkert vænt að hafa ekki smá aga og reglur En eins og með næringuna því við skoðum hjá einu fyrirtæki sem að sem sagt að koma með matinn í einhverja skóla sem eru þá hafa útvistað þessu eða eru með aðkeyptan mat eins og sem tala þetta að þá sem sagt á heimasíðunni þeirra spurning maturinn eldaður í skólanum sjálfum og þar kemur fram að í öllum þeim skólum þar sem það aðstæða til að þá sem sagt maturinn eldaður í skólanum sjálfum þar að segja að þar fer loka eldun fram þannig ég fór að hugsa bara já, hvernig eru stigin í þessu, ég ekki alveg með það á hreinu og svo stendur hérna eina undantekningin á því þegar súpur eða grauta að ræða en þá matur sendur heitur í skólana þannig maður fór svona að hugsa mitt þú veist ef að maturinn að ferðast langa vegalengdir þá væri mitt áhugavert eins og þeir segja að gera bara þessu úttekt hvernig hefur það áhrif ef það hefur áhrif á næringargildið Já það mjög ímyndum okkur lasagna sem kemur foreldað kallt inn í skólan og stungið í örbylgju það loka eldun á staðnum? Það er væntanlega. Það er væntanlega eitthvað svona. En svo maður ágætt að dæma fyrirfram, maður bara fáum þetta upp á borðið hvernig þetta metum þá staðrendirnar og leiðréttum það sem þarf að leiðrétta út frá því og ég bara alveg opinn fyrir þeirri umræðu. Ég myndi ekki gjarnan vilja sanna því að þú nú borgarfulltrúi og bara hniftri hann Einar Þorsteinsson og fengir aldinn til að skipuleggja borgarafund núna í lok september hvert förum við, hvert stefnum við og ráðhúsið mjög gott fyrir borgarafundi og þetta mikilvægt pólitískt mál sem að þetta kostar Reykjavíkurborg 1700 milljónir ári það það ekki, ég held. Eða sveitarfélögin heild, já. Já, það cirka 500 sem Reykjavíkurborg. Já, sveitarfélögin heild 1700 miljónir. Og mér finnst það bara, og þetta snertir öll heimili. Það ætti ekki að vera til það foreldri með skólabörn sem ekki eru á þessum málum. Því að þetta ekki bara eins og hefur verið allt of mikið litið á þetta sem tekjujöfnun og gjald sem sagt að spara láglaunafólki útgjöld, það gerir það vissulega en það svo miklu meira sem þarf að huga að þessu. Bara góð næring inn í skóladaginn, þarna, þú veist, lengi í einu yfir daginn og að fá alls konar upplýsingar vinn úr þeim og þá eins gott að maður sé vel nærður og tilbúin í það. Heilin þarf sitt. Og þetta ætti að vera aðalmáltíð dagsins. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að hún sé vel samsett. Og næringarík. Já. Ég heyri það að við komum ekki að tómum kofan hjá okkur og mér finnst mjög áhugavert þessi reynsla sem þú hefur erlendis frá af því að koma á skólamáltíðum. Þannig að ég held að við Sanna munum vissulega taka þetta áfram í borgarráði og Ég held að
Málið, Ísland sem betur fer, það eitt af því sem við getum verið stolt af, það eru nokkuð skólamáltíðaverkefni sem við höfum staðað í þróunarsamvinnu ríkjum okkar og ég veit að til dæmis í Malaví, það hefur bara verið mjög glæsilegt verkefni. Við vorum með, það líka, við erum að styðja við í Sierra Leone núna, skólamáltíðaverkefni og ég veit að ég var í Úganda og við reyndum þar forsetinn algjörlega móti gjaldfrjálsum skólamáltíðum. Hann bara, nei, foreldrarnir eru að borga og þau að sjá þetta og bara hnefinn í borðið og í Úganda fer hnefinn í borðið. Þannig að það ekkert, þannig að maður hefur starfað í ýmsar aðstæður en sko við vitum að í þessum fátækulöndum þá er þetta algjört lykilatriði að börn fái á þessu uppvaxtarskeiði að minnstakosti eina máltíð. Þegar COVID skall á, ég get sagt ykkur það, þá var fylgdist ég mjög vel með þessari þróun sem gerist. 450 milljónir barna mistu einu máltíð dagsins á nokkrum vikum. Af því að það voru allur lokað. En þetta er náttúrulega lykilatriði alls staðar. Já. Ekki bara í þróunarlöndum. Nei, ekki bara í þróunarlöndum, það er alveg rétt. Það er mikið ranga og lélega næringu hér. Við holdafær barnana hérna til dæmis. Það er, þið læknar þekki það. Já, það er mikil, við sjáum það á holdafærinu, heilsu raka þau hreyfa sig minna heldur maður gerir þegar maður var lítill. Og svo en þau eru náttúrulega bráðkláraði þá takk ég verið til þessi skrakka, ég dáist alveg að þau, miklu kláraði en ég var þegar fá rétt tækifæri en þetta og svo náttúrulega við erum mjög ofarlega skils mér í matasón á mann, ég held að ég sá tölus í Trúivalla að það sé 160 kíló á mann á Íslandi sem er sóað á ári. Ég trúi mjög auðvitað. Þú trúi því auðvitað, já. Sko í vestrænum ríkulöndunum er það kringum 120-130 kíló, meira í Bandaríkjunum, við erum ofta með Bandaríkjunum og mannkyn allt sóar þriðja hverju matabita sem framleiddur er. Það er hroðalegt sko, með tilheyrandi mengun og sóun og allir því og þannig að inn í þessu skólamáltíðverkefni, ef maður var að kaupa mat og elda fyrir 4-5 miljardar ári, þá skulum við bara gera almennilega. Algjörlega. Já, við munum heldur betur halda áfram að fjalla þetta og kærar þakkir Lúðvík Guðmundsson og Stefán Jón Hafstein og við kveðjum héðan í dag og við sjáumst næst. Takk fyrir.